Við komum inn á þetta í síðasta samtali líka. Þessi trans, eða þessi, við erum dáleitt á ákveðin hátt. Við erum dáleitt af hugmyndum sem við erum búin að samsama okkur við. Við tölum þetta síðast í samhengi við samfélagið okkar, að samfélagið okkar var ákveðin köld, að ég orðaði það þannig, eins og sértrúarsöfnuður, að þetta er að átta sig á því að allt sem við mörg okkar höfum talið vera raunveruleikann ekki raunveruleiki. Heldur ákveðin draumur, eða ákveðin leikur, eða ákveðin trans, til að mynda að hversu lengi, þegar ég hugsa tilbaka, ég man ekki rosalega langt aftur í tíman. Mín fyrsta minning sem ég tel vera mína fyrstu minningu að þá sé ég fyrir mér sjónarhorn barns sem er að skríða á gólfinu og sér flugu og tekur hann upp og étur hana. Þetta er eina minningin sem ég á sjálfa mig sem barn. Var hann góð? Ég man ekki eins og hvernig var að bragði. Mér minnir samt og ég sé þetta ekki fyrir mér þegar ég hugsa þessa minningu aftur. Ég man bara eftir þessu sjónarhorni og þetta er heima hjá ömmu í Blöndulíð 5 þar sem ég er að skríða og það er flug á gólfinu og ég tek hann upp og ég sting hann upp í mig. En það er svo hvað sagði? As you want to. Nákvæmlega. En það sem ég sé ekki þegar ég hugsa minninguna en ég man samt og mér finnst tengist þessari minningu eru viðbrögð í kringum mig sem gáum við til kynna að þetta var ekki rétt. Skilurðu? Þetta er eitthvað svona sjokk sem var ekki mitt sjokk af því að flugan var vond og bragð, heldur sjokk sem ég var gefið. Mér var eitthvað umhverfið mínu gaf mér til kynna að þetta ætti ég ekki að gera. Ég get ímyndið mér að þetta væri foreldrið mitt eða amma eða afi eða eitthvað bara Kristján, nei, hvað er þetta að gera? Ég er að éta þessa flugu og bara. Þú veist, ég man þetta samt ekki nákvæmlega. Ég man bara að þessari minningu fylgir einhver tilfinningum að þetta hafi ekki verið rétt. Svona butterfly effect. Kannski, já, butterfly. Kannski er þetta fyrsta minningi mín það að ég sé að pikka upp hugmynd og samsama með henni. Þetta var ekki rétt. Já, mitt. Skilurðu? Ég man ekkert og flest okkar muna ekki eftir sjálfum sér í vöggu eða eftir fæðingu sinni. Og flest okkar muna ekki einu sinni eftir því að hafa ekki verið til. Þú veist að ef það var ekki búið að segja okkur að við hefum ekki einu sinni, ef það var ekki búið að sannfæra okkur það að einu sinni hefðum við ekki verið til, svo hefði komið tímapunkt þar sem við fæddust í heiminn og við erum búin að vera til síðan þá. Að ef enginn hefði sagt okkur þetta og við hefðum ekki orðið vitni því að fólk myndi fæðast og deyja og við myndum bara sitja einhvers staðar og velta fyrir okkur hvaðan við kæmum, þá myndum við sennilega ekki finna upphafspunkt. Nei, þetta er þarna eins og þeirra er í hellinum bundin við sjá bara skuggamyndir. Platónska frummyndakenningin eða ekki? Já, akkurat, rosalega skemmtileg líking. Halda bara þessi raunveruleiki. Já. En transinn sem sagt er fólgin í þessu. Við tilengum okkur hugmyndir úr umhverfi okkar, frá öðrum kringum okkur sem við samsumum okkur, identifyum með. Og uppljómun er að stórum hluta það að fatta þetta, sjá í gegnum þetta og sjá það að hver við raunverulega erum er eitthvað dýpra. Það er eitthvað annað og meira og maður er hvattur til þess til dæmis í þessari bók You Are That sem er ég vil bara segja, ein besta bók sem ég hef lesið eðli uppljómunar.